Ég segi að við snúum þessu við. Förum bara inn í leikinn. Góða kvöldið og verið velkomin á leik Hefndar og Berserkja. Ég heiti Kít og verð með ykkur í kvöld. Ásamt mér er hann... Já, hæ, ég er Siggi, eða þekktur sem Siggi JJ in-game og ég er nýr í þessu. Já, við bjóðum þig velkomin. Takk fyrir. Hendu þér beint á með djúpulaugina. Já, það ekki bara. Og við ætlum að byrja þetta round 4 hjá þessum opnumdeilda leik, Hefndar og Berserkja bara bráðum á Lijiang Tower. Lijiang, já. Lijiang Tower og það... Hér. Það er stutt í það, við erum bara að bíða eftir að liðin vera tilbúin til að hoppa inn í leikinn. Ég sé líka að hvort lið hefur spilað á Lijiang en þá. Jú, mikið rétt. Þannig að það verður flott að sjá hvernig það fer. Það verður skemmtilegt. Við vitum allavega að Berserkjum finnst gaman að gera allskyns á control-mappum. Akkurat. Eftir því hver er að spila, en í kvöld allavega inná eru Snella, Assetja, Wildcats, System 32 og Giljagur. Á þessu fyrsta mappi. Yes, akkurat. Akkurat. Og hjá Hefnd erum við að horfa á Haffa, Step, Extra Leo, Hreirum og Spicy. Og ég er að vonast eftir 5 maps. Ég vil sjá þetta fara alla leið. Já, ég held að þetta sé frekar Er þetta ekki svolítið jafn leið hjá okkur? jöfn lið. Ég held það. Þeir eru ekki langt frá hvort við erum í standingunum. Þeir eru frekar nálægt, já. Við erum að horfa á, það er bara það bil einstiga munur hérna samkvæmt minni töflu. Þannig þetta er alveg stór og mikilvæg leikur fyrir, bæði liðin í raun og veru. Vilja komast lengra frá hvort öðru. Já, verður skemmtilegt að sjá hvað þið gera á móti hvor öðrum. Já. Og við byrjum hér á Night Market, samt dag. Dag, já. Night Market dag, já. Night Market dag, já. Engin mættur á þetta Night Market sennilega. Ekki ennþá, það er svo snemmt. Ekki ennþá. En við allavega bíðum spennt og kannski að meðan við erum að bíða eftir að þau velja minni á að næsta laugardag eftir heila viku verður Arena-streaming. Þar sem að tölvustadeildin keppist á. Það verða svakalegir leikir þá. Það verður dálítið brjálað. Ég meina það er alltaf bara... Þetta er alltaf veisla. Þetta er alltaf veisla, en þetta er sérstaklega af því að þetta eru böðlar og jötun sem eru neðst akkur núna í tölvustadeildinni og eru því frekar jafnir. Og svo Þór og Selir sem eru toppliðin. Þannig ekki missa því. En við erum komin inn á stað, Berserkir eru á Föru og Jugger Queen. Ég sé þannig að það er Breaker. Já, þannig að Hefndir hérna á Matra og Snella bara strax tekur Freyri með þessu eftir. Stef, beint eftir á. Bæti gottinu. Hefnd er hérna að hrynja. Það er að hrynja sundur. Og einhver þarf nú að kappa punktinn samt og því er ekkert að bara fella alla. Og þá, Berserkir komnir með pointið. Tóku að frekar bara... Það er bara léttilega. Þetta var frekar öruggt þegar. Ég sjáum hvað Hefnd ætla að gera. Þau skiptu einhverju allavega. Ég má ekki taka alveg eftir því en... Spikey var á núna. Já. Það er núna að kíka.
Nei, og hann tekur út hérna. Ó, ok. Hálsbám. Ætlar Leo að fylgja áfram. Hann. Ok. Hann er mættur á bakli. Hann taka punkti. Það var ítaði maður punkti. Valdhægt með útfæði. Hörðu. Þetta var bara of mikið fyrir hefnd og þeir falla einu eftir Spicy sem að kemst út með lífið sitt í bili, snella eitthvað að þykjast elta en ákveður að gera það ekki. Þetta er orðið fram og tilbaka hérna. Ég veit líka að Berserkir voru að taka warm-up skrem bara rétt áður en við fórum inn í lobby. Kannski eru þið hlýði en hefnd. Barra hérna. Extra líka. Þetta er ekki að koma hjá þér, byggt. Sjáum til, nei. Hefnd nær. Hefnd. Úf. Þetta verður bara fram og tilbaka, ég veit ekkert hvað er í gangi, sko. Það er mjög mikið að gerast. Kaffi í vondum málum þarna. Rétt sem hann náði líka. Lettur með lífið þau. Snella og Kaffi í 1-1. Með nal og farra hérna. Áhugavert. Window á punktunum. Snella er í bakinu þig. Bæta. Nei, bara Leo að reyna að hefja þetta eins og hann getur, en... Hörru, hann... Það er ekki tapað þessu. Þeir vilja reyna að ná upp í 70% áður en það skiptir yfir. En því miður taka ekki tilbaka. Þetta er Hvort að hefnd ná að snerta. það verður ykkur að hlaupa. Já. Þeir valdan heldarinn er burtum úti. Er enginn? Það er enginn. Nei, ég er enginn sem að næra snerta. Ég skil ekki alveg að nota Kiriko úr þarna og ekki reyna að hlaupa punktinn. Já, þetta var svolítið... Æ, meina. Hann er fyrr round 1 fyrir Berserki. Og hér komum við á Gardens. Má sjá, eru ykkur á breytingar? Ekki bili. Ekki bili. Ég er svona... Ég veit ekki. Ég er svona að hugsa hvert að... Hvað mér finnst þetta Ramattarberg. Mér finnst alltaf gaman að sjá hann, en ég veit ekki hvert. Hann sé hann á að skila nokkuð á sér. Já. Ég sé að Wildman sé komin á Winston. Hann er komin á Winston. Áhugavert. Já. Þeir voru ekkert beinleiðis að ganga illa á Junker Queen. En við sjáum hefndina fara bak við í þetta litla herbyggi en við skilja 3 eftir alveg aðeins kannski gegn við. Dottum aldrei niður, það er verið að hýla hans mikið að geta. Ég geta að halda hann ennþá að þessu. Það er bara ekki nóg mikið skaði hjá henn. Ekstra lög og bestur. Já, það geta með þessu Hafti kúka pointir. Og einn á eftir. Já, hann En Hafti en hittu. Bæti, neða. Taka pointir. Það er bara samt, sjá þér, í henn.
Já, það var samt smá bara svolítið Leo labbaði áfram Já. og það var bara verið að hýla hann á fullu en það er eins og kom engin skaði frá þeim. Ég sá mjög lítið, ég sá Leo taka mjög mikið skaða en ekki Já, Það eru þeir koma bara já. að prófa Aftur Leo er hérna fremst, tekur plássið, komin á punktinn en skilur allt liðið sitt eftir, hann er allt á lát. Hann er allt í það kemur Kirigúlt og Justice, Byggur engan Nanomonkey, inn í lítið herbergi. Valdan tekur spicy Og Steph næs á snellu en ég veit ekki alveg hvað hann ætlar að gera núna. Nei, Já, hann deyr bara hratt og þetta gengur bara ekki hjá þeim eins og það er. Þeir þurfa kannski bara að prófa eitthvað nýtt. Ult economy er samt svolítið í hefnd, haghefnd. já, það er spurning hvort þeir ná að nýta sér það almennilega. Ég held að þeir eru að fara bak við herbergi einfallega af því að berserkir eru með föru. Já, Það vil ekki vera að lenda í það að detta á brúnni. nei, En- en þeir eru að reyna Þeir brúna. ætla að taka sjansinn Ættarlega og hleypur knockbackið virkaði ekki. Steph nær förunni, window á brúnna. Wild punch! Ó! Með baka, nær ekki sér, nær, það. Komið. Ná, þeir eru ekki. Bottom er komið, það er ekki gera mikið. Ættarlega, það þarf einhver að knetta bókið. Þetta er bara að fara að kæfa. Tímar og tímar, Steph er að reyna. Það er alveg þetta. Þetta er overtime, komið overtime. Haf tók þetta inn, spicy. Ættarlega, mættur á þetta. Wild, hann, Kannski bara Ættarlega farið. Það er til kill. frekar öruggur sigur. Öruggur Á sigur mat fyrir 1 Berserki. hjá berserkjum. Og á meðan við horfum að play the game þá kannski byrði tæknimannum að hækka í honum Sigga fyrir okkur. Play of the Já. game. Og það er snella. Snella með play the game. Það er bara tracking Það er for bara days. clean up duty fyrir snellu, ekkert mál. Já. Úff. 3 kill. Herru, þá býðum við bara eftir að hefnd velur. Já, halló. Það var bara spurning hvaða map höldum við að hefnd muni taka. Spurning. Spurning. Hefnd hefur tvisvar áður valið map Já, hingað til. Það hefur verið Circuit og King's Row. Og við vitum að berserkir hafa ekkert spilað escort map Nei. hingað til. þannig að það er spurning. En þeir velja Kings. Við velja Kings. Við veitum hvað þið vilja. Þeir vita hvað þeir vilja sko. Það eru breytingar. Kapping kemur inn fyrir snellu. Logi, eða betur sagt sem dekkjalogi, kemur inn fyrir Assetju. Og Guttix kemur inn fyrir Gilligur. Það er ekkert annað, þetta er bara- allsherjar breyting hér. Meir en helmingurinn liðinu skipt út, en þeir kannski sjá eitthvað fyrir sér á Kings Row að hafa þetta liðaskipan frekar. Já, við kíkjum kannski bara á það sem þeir hafa verið að gera á Kings Row. Það er náttúrulega mismunandi eftir leikjum hverju spila inni og svona líka, en allavega seinast þá voru þau að spila Brig, Winston, Tracer náttúrulega, Akkurat, yes. þannig að kannski er það bara eitthvað sem að þeim finnst ganga vel með þessum hópi. Ég meina það
sumir leikmenn bara kunna önnum upp betur en aðrir og ég skil það 100%. Þeir Algjörlega. kannski bara líður vel með þetta lið á þessu mappi og ég er bara spenntur að sjá hvað þeir gera með þetta. Hvort þeir ná að halda þessum, já, bara, ég get ekki fundið rétt orðið, en bara, Drifkrafti? já, drifkrafti áfram yfir í það mapp og hvort að Hemd hafi valið mappi til að koma sér aftur á Now streik. entering Akkurat. King's Row. Og það er spurning hvort við fáum að sjá sambærilegt hérna hjá Hemd þess að þau hafa tekið áður sem Initiating match. fyrir eftir kannski Ramatra aftur. Ég veit ekki hvort það var að ganga vel hjá þeim áðan en ég held við séum 100% að fara að sjá Ashe Ok, já, akkurat. frá Hemd. En við allavega sjáum Berserki í sókn og Hemd að verja á þessu fallega King's Row mappi í framtíð Dag. Englandi. Hvað sjáum við hér? Það er verið að stríða okkur hérna með spawn picks. Ég er ekki að fara að trúa þessu. Ef þú segir mér að taka eftir því sem þið eru að velja, þá er ég ekki að fara að trúa ykkur, sko. Sama hvort þið segir no cap eða ekki, ég er ekki að fara að trúa. Maður sjá, er Guttix að fara að halda sér það? Nei. Nei, það er bara verið að stríða. Ég er samt hissa að sjá ekki break. Já, reyndar. Það er smá svolítið hissa. Ég hef séð Guttix svolítið mikið spila á break. Já, hann spilaði þarna mikið break. En við sjáum hérna að Berserki bara verið að taka hringinn. Þeir eru bara upp á high ground, þau ætla bara... Kapping komin hann upp, þeir eru komin á bakvið. Þau ætla að taka næst í heilhringina, fara að opna efri línuna, neyða Hemd niður á punktinn. Og hvað svo? Það er svo bara að droppa þá. Þeir eru að taka annan hring, held ég. Já, akkurat. Ef þau kæmist þarna í gegnum þetta herbergi, þá myndu þeir fara þangað líka. Wildpants komið niður. Komið niður inn í hótelið, allir líklegast munu fylgja. Og þau Kapping tekið niður á step. Berserki bakka bara aftur tilbaka, ég veit ekki alveg hvað þeir ætla að gera hérna í framhaldinu. Líklegast bara að chilla þá til að kemur aftur en Kapping komin á Widowmaker. Núna er vandræði fyrir Steb. Steb má ekki sýna sig hérna uppi. Kapping er. En þeir eru ennþá að halda þeim í stefinn, þeir komast ekki út úr þessu choke pointi hérna. Og ég fer upp en í vandræðum. Kapping hérna er tekur bara nú Loga. bíða eftir því að Steb lappi fram. Steb tekur nú Guttix. Og þarna kemur Kapping tekur Steb, hann beið eftir þessu, hann tekur hann leið, hann fær færi til þess. En Kapping tekur niður af extra Leo. Login með Haffa. Þetta er svolítið rólegt, það er ekki nóg mikið að gera. Já, alltaf að Berserki bara komnir aftur á byrjunarreið. Hlust og spurning hvort það ætla að reyna þetta rotation aftur. Það gerði ekki mikið fyrir þá en Wildpants er kominn á pointið. núna koma allir inn bara og Logi Okay, á hreiðin. Spicy. Extra, Leo er einn. Hann getur ekki við þetta. Rauðgefinn. Kapping Freyrin aftur. tekið niður á Kapping. Það mun ekki hjálpa Hemd að reyna að snerta punktinn. Kapping tekur bara ekstra skrefið og segir þið ætla ekki að reyna það en just in case að ykkur datta í hug þá er ég með sights, þannig að Ekki sína það mappinu þegar Kapping er á Widow. þetta er bara, það mátt ekki gæðast fyrir hóttum þá eftir farinn, sko. En Haffi, allt í einu, nær Guttix. Guttix. Wildpants 1. Logi er í vandræðum. Logi er í vandræðum. Þetta tekið niður Kapping. Þetta er svakalegt. Núna er, Wildpants er fastur inn í bókabúðinni. Þetta er búið að Einn vekja og yfirgefinn, getur ykkur komið? Nei, því miður. Spicy tekur niður á endanum.
Logi gerði mistök þannig að fara áfram líka. Það var dálítið stakgar hérna hjá þeim. Já. Þessi Mei kom svolítið í baki á Berserkjum. Voru ekki tilbúinir fyrir þetta. Úff. Sjáum hvað þeir geta, komið tilbaka hérna. Kappinn kominn á Ash. Það er risa dínamít hérna á Hemd. Og þeir bara íta inn í allir í Q. Allir íta Q. Koma allir íta á Q. Taka 4, taka 5. Taka alla, pusha kappinu. Press Q win game. Hann er virkað á þeim, en... Við erum komin út í sveit, kýr út allt. En halda samt þeir ennþá með 2 eftir á Alpines System 52. Sumulegis 2 eftir hjá Hemd og Step og Spicy. Já. Transcendence gæti verið mikilvægt hérna fyrir þetta Queen ult hjá Alpines. Og extra lög ítir hérna áfram og hann er... Komin út. Kaffið með... Já, ok. Ég held að það þurfti ekki tannuna með Bob. Ná, kaffinu System 52, svo sem íta þeim aftur. Þetta var flott keyrsla hjá Hemd, en kannski aðeins of mikið notað. Já. Wildpans ennþá með sitt, þannig að, já, kannski aðeins of fljótur að íta á takan á Spicy. Það fyrir ekki hún. Afsakið. Hún. Já, það... En svo sem gæti alveg þeir... Hemd er líka komið með Mei ult, geta notað nýtt sér það líka. Já. Þess ekki hljóta að vera að fara að íta hérna áfram 1 mínúta eftir, 10 sekundur, eitthvað svoleiðis. Núna er góður tími fyrir Queen ult. Bob kominn, já, kappinn. Kappi, tekinn. Ekstra legur tekið niður. Við erum tekið niður á kappinn. Já, þeir eru bara hrætt. Já, það eru bara allir teknir niður nema Step. Stendur. Já, hann er... Er eitthvað... Hann er að hugsa eitthvað. Hann er að skoða sig. Hvað ætlar Logi að gera? Ætlar hann bara að chilla? Hann er að bíða. Wildpans komur hérna næstu því baka það. Já, Wildpans hérna eitthvað með ekstra legu. Leo ekki alveg að gera sig hérna. En Logi fjall lengst af þarna þar sem við tókum ekki eftir. Já, ég veit ekki, en hann tekinn. Hann er að reyna að íta sér áfram. Það er Anna útstæður. Já, Nano. Það, já, En Mei út. Haffi er svo lár og Hreirum er svo lár. Hreirum er tekinn niður andanum Haffi líka. Leo kannski ekki. Að reyna eitthvað í baklínni en hann er bara umkringdur. Þetta var svona, já, bara að reyna eitthvað til þess að stoppa. Já. En því miður Wildpans er að halda þeim í spóninu. Þeir reyna að koma Saríunni hérna. Ég meina best ekki að hætta að íta. Þeir hættu að íta, ég veit ekki, ok, Logi tekur út ekstra legu. Það er enginn á heimutinu. Halló? Ok, System tekur á, Wildpans mættir, ok, og þetta rennur í hlað. Áhugavert. Áhugaverðu endir á þessu? Já, 45 sekundur eftir fyrir Berserki og núna er Hemd að hefja allugu. Sjá hvort að Hemd getur staðið sig jafnvel eða betur. Já. Árásinni. Spurning hvort að verða einhverja breytingar. Það er spurning hvort að þetta sé það sem að þeim finnst best að spila. Já, þótt hann hafi bara tekið út í 2 sekundur í endan, þá fílaði ég að sjá ekstra legu á Saríu. Ég bara... Já. En ég sé hann á... Er hann að fara að halda sig við?
Gotcha. Ok. Hann er eitthvað hafur hana, eitthvað að hugsa. Já. No charge. Sko, þeir gætu verið að stríða okkur líka. Já. Það er aldrei hægt að treysta neinum leikmönnum inn í spáni. Það er bara ekki hægt, sko. Þetta er eitthvað sem maður lærir þegar maður er að horfa á tölulistadeildina. Það er alltaf að taka eitthvað rugl í spáni og skipta svo bara yfir í það klassiska. Þannig að Við sjáum bara hvert þetta fer. sjá hvert það fer. Og 5, núna þarf Haffi að fara að velja eitthvað. Já, attackers incoming. ah, velum mei. Nei. Objective A. Og við erum að Þetta horfa á Stefán skiptast Stefán. við, hann fer yfir í allt. Og berserkir eru svaka út um allt. Logi er eitthvað, kom frá síðuna. Já, þannig er. Eitthvað eftir stef. Það er hann ekki alveg, Kjartan getur reyrim. Já, ok. Logi og Sombrunni eru að fara að vera ótrúlega pirrandi fyrir hefnd. Valpæm tekur ekstra Leo. Ok, Já, núna verða Hreiðrum og Spicy eiginlega bara að bakka að dýrunum. Persónulega myndi ég bara fara inn í spán þannig til liðið verður kemur aftur ef það er Sombra, Já. en Sombran var ekkert að reyna að kýtla þig á miðan, þannig að það svo sem skiptir ekki máli. Logi er að halda fyrir aftur hérna. Logi hann er komast á út. Íta hérna gegn, hann er komin hliðin og styrtinni. Logi hérna eitthvað að kýtla Hreiðrum og Wild Pants að reyna að íta á. Hreiðrum er hakkaður og Já. hann á kemst burt en það er slípan. Guttig tekið mér á stef. Þetta er treið. Kemur Logi. Nei, takkar. En Hefnd er með spawn advantage, þau þyrfti eiginlega bara að íta áfram hérna. Já, Ekki Logi tík. reynir að íta. Logi er fyrir bak. Logi er Báðir á. hann er í nær. Ég er að íta fram. Bob kemur út frá Kjartan. Tekur Haffa. Stef tekur Loa. En þessi Bob er Rísa stór. geta ekki ítt sem það eru íttir aftur í spáningu. Þá, já, stoppaði þér Hefnd í sínum skrefum. Náðu ekki alveg. Aðeins hérna 2 mínútur eftir. Valpans íferðin, tekur Hreiðrum. Þetta er slæmt fyrir Hefnd. Valpans hreinsar Hefnd eins og ekkert sé. Wild Pants var bara eitthvað, ég ætla mér að fá að playa the game. Já, hann, ef að þetta er ekki það þá veit ég hvað. En vel gert hjá Valpans, samt sem áður. Og Hefnd núna með mínútu og 20 sekundur. Hafa ekki allt of mikinn tíma, þurfa að fara að gera eitthvað í þessu. Það er aðeins svo mikil hræðsla hérna við Sombruna. Þeir Það fóra myndi hjálpa þeim að vera með brygg eða eitthvað. Logi eitthvað hérna í baklinni að reyna að trufla á. Hreiðrum er bara að gæjast fyrir að hopp þegar hann Já, hefur enga heilsu og Ektarlega mættur á pointið en er hakkaður. Guttig sem er fellur en Haffi líka. Það er tvælpössu. Nei, Extralíu var fastur hana. Já, getur ekki. Þurfa að fara að gera eitthvað í þessu en hafa... Það er ekki mikið sem þið getur gert Hreiðrum aftur en það er bara hann fær ekki að spila leikinn. Nei. Hafa 4 úr sem að þeir... Nei, sem mögulega nýtt er... Þeir þurfa að gera eitt loka push hérna ef þeir ætla að reyna að ná ykkur úr. Það er ekkert annað í boði en að Logi bara heldur og gera þeim bara. áfram 20 sekundur. Tapping tekur Hreiðrum. Hreiðrum fær ekki að spila leikinn. Bob Bob kemur út. Bob báð megin. Það er verið að taka punktinn. 10 sekundur. Bob er að tappa. En hann er bara að bakka burt. Það eru 6 sekundur sem Geta séu ekki punktir niður. gert neitt. Og þau ætla ekki einu sinni að reyna að snerta. Og berst ekki þetta taka. er bara... Já, Berserkir með annan bara góðan sigur þurftu varla að vinna fyrir þessu senasta raundi og Wild Pants. Ég held að við vitum alveg hvað þetta er.
Svakalegt. Það er nano, það var Nano, dýpa, það var, Ég flýpar í miðinni. en það Hefðu skiptir, kannski, það skiptir ekki máli. hefðu kannski ekki viljað vekja hann þarna. Það, ég býst vinni að það var einhver að skjóta áður en slípið hitti. Þetta getur erfitt í svona stöðu. Það er bara þannig. Æ. Æ. Staðan 2-0 fyrir Berserkjum. 2-0 fyrir Berserkjum. Það var spurning hvort að Hemd ætla að velja Sörkut. Kannski. Mögulega. Þetta Það er væri- eina gíski sem ég hef. Já, og væri svo sem held ég bara fínt að velja svo sem vilt að Berserkir hafi ekki spilað Escort. Allavega ekki í keppnisleik. Ekki í Maður veit keppnisleik. ekki hvað þeir eru að gera í Þeir gætu skriminu. alveg verið að skrimma mikið en eins og ég segi í keppnisskinn þá hafa þeir ekki ennþá tekið Escort. Pú, Þeir þurfa allavega að fara að já, ég veit ekki hvað þeir þurfa að fara að skoða eitthvað hvað þeir geta gert til Já, að koma sér aftur á það er eitthvað sem vantar upp á. Hvort það sé, þú veist, counterpick eða bara að hafa eins meiri öryggi. Þú Já, veist, mér það er finnst svo þeir vera mikið svolítið hík. já, þeir halda sér svolítið þeir þóra ekki fram mikið Nei. mér finnst samt Extar Leo, hann reynir að koma sér fram, mér finnst samt vera smá hiki mögulega Það er nefnilega máli. Það, sko, Leo fyrir fram og svo er eins og sé ekkert followa. já, það er Leo sem fer fram og er hílaður en ekkert, ég sé ekkert Nei. engan skada á móti. En við erum að sjá að QRT, fyrrum meðlimur Djákna, er að koma inn í staðinn fyrir Haffa hjá Hemd. Ok, Og Hemd hefur valið Circuit Royal. Eins og ég sagði. þeir eru að fylgja þeirri. Þeir eru að fylgja því sem þeir hafa gert áður. Já. Við sjáum bara hvert það sé galdra pikki sem þeir eru búin að bíða eftir. Það er spurning. Þá líklegast að fara að sjá Diva frá Leo. Ok, Býst ég við. Diva, Ash, Kiriko, Baptiste. Svo veit ég ekki, náttúrulega QRT hefur ekki spilað með Hemd áður. Þetta er fyrst skiptið sem að hann tekur þátt. og ég sé hérna Snella inn fyrir Loga, Giljagaur inn fyrir Guttix og setja inn fyrir System 32. Já. Og Berserkir velja defense hérna. Ok, Það er skipta helming. Svo ég þarf að vinna í því hérna að skipta öllum inn. Breyta spekk. tekur allt sinn tíma að setja upp en við verðum örugglega komin í leik rétt bráðlega. Sjáum bara hvernig þetta fer. En já, það er allavega fyrsta escort map sem Berserkir keppa. Ég er spenntur að sjá það. Spenntur að sjá hvernig þeir standa sig á þessu. Ég er spennt að sjá bara Hemd koma hérna og taka map. Já, ég vill sjá þá taka allan eitt map. Ég vill sjá að þeir gera þetta að series hérna. Já. En við sjáum bara hvernig það fer. Leikmenn, eru þeir ready? Þeir eru ready, þau eru ready, afskil. Þá bara hendur okkur inn. Og við færum okkur til Monaco. Initiating match. Ok. Þetta... Já. Allt í lagi. Heyrðu, við erum að fara að sjá Berserki hérna bráðum, velja hvað þau ætla að taka til varnar sem var kappingar í Berserkjum, Snella og Elpants að setja og gilja okkur.
Ready for battle. Ok. Og Ég ætla Já. að búa aðeins með að... já, Hermi, ok. byrju, já. Erum við að sjá þetta? Við erum að sjá þetta af því þeir eru að koma hérna fyrir horn. Þetta er double sniper Með Sigma? með Sigma Ok. á defense. Mögulega bara svona start stress og ég veit ekki hvert að við sjáum þetta breytast, eða ekki. Það er svo sem allt í lagi að gefa þeim fyrsta hotnið ef Já, þetta virkar ekki, en við allavega erum að sjá Hemd vera að taka Widowdúlið One. og sjáum hvort að Step eða Snella Stop the payload. ná að vinna Widowdúlið, en við erum allavega að koma með QRT og Genji. Leo er á Diva, eins og ég sagði. Point Punch er að reyna að handla hann aftur. Reyna að sjá hvort að Widow er nær en einhverju pikki. Þeir eru að íta aftur, er ekki alveg ná að halda. Þú ert ekki komið djúpt inn, Ó, þannig að koma. Step! Eitthvað snellu, vinnur Widowdúlið. Og núna er tíminn fyrir Hemd til að íta áfram. Leo er að gera það. Er einhver með honum? Nei, ekki eins og er. Reyrum reyna að halda honum í hann uppi, nei, en tekið út Diva, Baby Diva. Sko, hérna er vandamálið. QRT var fallinn. Þannig gat ekki veitt Leo þennan stuðning sem hann vantaði til þess að íta áfram. Að taka Step í þessu. Komast ekki áfram, Hemd. Ítt aftur í spánið sitt. Sjáum hvernig þeim gengur með þetta seinna push. Double sniper að virka fyrir Berserki eins og er. Þú ert ég komin í en þarf að fara í burtu. Það var næstu búin að ná kappingin á Genji. QRT er svo lár. Tekið niður á kapping, extra Leo. Kemur Hann stóð dreki, en nær engum. ekki nálægt neinum. Leo Leo er tekið í niður í Baby. vandanum. They outnumber us. Watch out. Það er bara ekki nógu mikill stuðningur fyrir Leo til að íta einn áfram. Það væri örugglega gott fyrir Hemd að vera með Step á, þú veist, Soldier eða eitthvað, Já, þú það veist, þarf eitthvað. eitthvað með meiri drifkrafti og skaða. Já, ég er alveg sammála því að Leo fær ekki kapping tekur Step. Þú ert hér low, tekið niður á Valpant með grjótinu. Það er erfitt fyrir Hemd að ná þessu hotni hérna. Við erum ekki að ná þessu. Hreyrum tekin low. Hreyrum tekin á snellu. Snella klikkar hausa. Þetta er Leo, all-eitt tekin Æ, aftur. akkur Ég veit ekki alveg hvað þeir eru að gera, þeir eru ekki að grúpa nóg mikið hérna. það er dálítið mess hjá Hemd. Já, svolítið bara að kasta fyrir þá. Þau eru bara út um allt og ekki alveg, með við það að þetta er map sem þau eru að velja, Já, það er ekki mikið plan, það er ekki meginn ekkert. nei, það er bara svona köstum okkur í og þannig til að vonandi eitthvað gerist. 30 seconds remaining. Þeir hafa bara 30 sekundur og hafa Já, þetta er, eru komin með 4-5 ulti, allum konum ulti. ég veit ekki hver mikið það er að hjálpa þeim samt, en Já, en það kemur Blade, Þú ert ég ultar, en Juno allt bara á móti, það er Herðu. ekki að bara að lifa þeir af. hafa ekkert snella að tekja 2. Að setja einu sinni tekin af Vector Leo en það er team kill. Complete. Já, get ekki sagt Score. mikið um þetta. 0. Switching sides. Ég veit ekki alveg hvað gerðist hana.
það, já, þetta var, ég veit ekki hvort þetta var ákvörðun eða hvort þetta gerðist bara, en Nei, já. hefnd verða dálítið að gera sig í brók. Þeir verða að halda berserkjum bara í spáninu þeirra. Það Í spórni, já, bara við hurðirnar allan tíman. lítið annað í bóði. Það er mögulega kannski bara, ég veit ekki, kannski er Ready for battle. mentalið bara ekki hjá hefnd í dag. Nei, það er berserkjum, kannski hefur þessi uppbytun berserkjum bara virkað eins og draumur. Draugur? Sorry, þetta finnst ég að þið voru skrim út úr draugum. Já, virkað eins og draugur, ég hefði við það, ég meinti það. En já, mér finnst bara eins og hefnd sé bara slakir, ég veit ekki hvað þreyttir. Ég hef síðan spilað miklu betur áður. Alveg bara leikurinn á móti Þorbjörn til dæmis var svo öruggur. Já, en þeir eru bara ekki inn í þessu í dag. Nei. Þessi ekki halda sig við double sniper. Já. Hvort sé? Ekta Leo komin að Sigma. Þau geti eiginlega ekki haldið við brúna Nei. en núna er aftur Leo Nalla framalega. tekur upp stef. Hvort sé fyrir baklínuna, fellur fyrir það. Fellur. Valfan og Leo taka beinin á hvern annan. Þau varða að bakka en þau geta bara ekki, þau hafa Þið hafa ekki ekki. efni á því að bakka. Ekta Leo verður hérna bara að taka og halda, þeir ná ekki aldrei á lífi. Þetta sýnist mér vera bara búið. Hvort sé aðleit. Já, reynir að halda þessu spicy honum. En nei, ekki nóg. Berserkir taka þetta. Berserkir taka, 3-0. 3-0 fyrir Berserkir. Já, Play of the game. þetta var nú bara, já, snella. Ok, þetta skinsamt maður. Þetta er geggja skinn. Þetta var okkar skinnið. Ó, guð. Oh my god. Vá. Snella klikkar hausa hérna. Ekkert mál fyrir. Þetta play. Úff. Ekki beint 5 leikinu sem ég var búast við. Ekki bara ekki 5 leikir. En erum við að fá reyna að setja upp viðtöljuna, mögulega. Mögulega. Það hefur ekki mikið verið að lið sem tapa vilja taka við tölunum við sjáum til. Æja, En við fáum allavega berserki í viðtal til okkar. ok, flott er. Og við bíðum bara eftir að þau láti sjá sig. Já. En já, hefnd þurfa kannski aðeins að horfa tilbaka á þessa leiki og bara, ég veit ekki hvað þeir þurfa að laga. Kannski bara vera, já, meira sjálfstraust. Þeir eru bara ekki, ekki að, já, Ekki að þóra. ekki að þóra neinu. Þurfa bara að koma á bakvið Ekta Leo, já. Ég ætla bara að draga hérna berserkjamenn hingað inn og segja verið velkomin. Og til Takk hann hérlega fyrir. Mér. með sigurinn. Takk fyrir það. Takk, takk. Hvað segirðu, Do you really want to var skrimmið á undan bara ykkur galdra skrimm? Já, Svo warlock hérna. Greinlega, sko. Þú veist, við fengum einhverja... Það fóru draugar að hérna, eltast við hérna hefnd, greinlega. Eftir skrimmið okkar við drauga. Já, við hérna, þú veist, draugar unnu allt í, ég held að, hvað þetta voru, 2 leikir, einhvers svo leiðis. Já, við náðum að taka 2 maps og við náðum ekki að vinna drauga í warm-up-skrimmi. Nei, það voru svona close leikir, en þetta var gott warm-up, sko. Og við fórum inn í leiki með mindseti líka bara svona eftir
skrimmið, við vorum komin í lobbyið, en það var bara svona, við ætlum að vera frekir. Náðum að finna svona mistök sem við vorum að gera í skrimminu til þess að við myndum ekki gera þau í leiknum. Það hjálpaði mikið. Já, þannig bara að virkilega það svona bústaði sjálfstraustið og koma mistökunum út fyrst. Já, við vorum bara locked in þegar að koma leik. Þetta var frekar bara örugt hjá ykkur allan tíman. Er eitthvað sem stóð út fyrir ykkur? Stóðu sér bara allir rosalega vel, sko, í raun og veru allir. Mér fann bara allir vera on fire hjá okkur í kvöld og ég bara liðið var að spila vel saman og bara ég var endur ekki að spila það mappi, það stóð upp úr eitt moment hjá mér þegar var í endanum á Lijiang Night Market og Wild Pants hendur í Junker Queen ult og fær speedringa eftir sér og bara hann var farinn inn. Hann var bara komin yfir í næsta map sem liggur ég var að spekka það og freka þessi maður farinn, sko. He ain't coming back. Það var skemmtilegt moment. Við erum að horfa á ykkur að fara að spila á móti Mystery næst. Já, systurlið Hemd. Akkurat. Hvernig þið stemdir fyrir þann leik? Bara mjög vel. Já. Mjög vel, við ætlum bara að gera það sama. Það er bara, þetta vonandi höldum við allir sama mindseti. Vera bara aggressive og spila sem heild. Eins og við gerum núna, bara halda þessu. Við ætlum bara að taka þetta og vinna. Akkurat. Spila leikinn eins og þið viljið spila. Já, en svo náttúrulega líka, sko, ég ætla að plugga. Ég ætla að plugga Arena-streymi næsta laugardag. þar sem að ég og félagi minn Angelikur erum að fara að mæta á skjáin ykkar. Já. Það er bara verið að hendi þetta bara strax, sko. Já. Við erum bara að fara að fá að sjá þessi fríðu fés hjá ykkur. Fyrsta skiptið, fyrsta kast okkar á þetta sísón, held ég. Já, við brutum hefð sem búin að vera í gangi í síðastliðin 3 tímabil að við tækjum fyrsta Arena-streymi. Gerðum það ekki núna, þetta tímabil, þannig að við erum mjög spenntir. Já. Þetta verður líka dálítið stóri leikir sem þeir eru að taka fyrir. Þetta verður alvöru leikir. Alvöru leikir, fínt að minna. Já, fínt að minna áhorfendur á að horfa á því á rafíþrótta Twitch-channelinu næsta laugardag. Já. Til að sjá þessu svakalega leiki. En já, næsti leikur á móti Mystery sem er efst í opnumdeildinni akkurat núna. Og þið gæti nú rakkað dálítið hátt upp með sigur á móti þeim. Já. Það er planið, sko. Við náttúrulega byrjuðum fyrstu 2 rándun okkar á að taka í rauninni erfiðustu, það sem að við sjáum sem erfiðustu leikina þetta tímabil. Drauga og náttúrulega Bölvun. Og við sjáum það þannig að miðað við það hvað gekk vel í þeim leikjum þrátt fyrir tap, þá vantar lítið upp á hjá okkur að geta tekið sigur í flestum leikjum, ef ekki öllum leikjum sem við höfum eftir, þannig að það er bara stefnan tekin að það. Og við ætlum alla leið, sko. Það er bara þannig. Æðislegt. Ef þið viljið henda MVPs á bæði lið? Já, Gussi, þú varst meira inni heldur en ég. Ef við byrjum bara á Hemd. Já. Ég er að muna nöfnið þeirra. Já, það voru Hreyrim, Extraljó, Spicy, Steb, Haffi og QRT. Mér varst Steb og Haffi standa, og Leo. Þeir stóðu svona aðeins upp úr, fannst mér, sko. Akkurat. En okkar megin þá náttúrulega vil ég segja Logi, Capping og Wildbands. Snella, system,
Guðjón. Já, nei, þú mátt ekki velja alla. Nei, já, og En- Gyrjagur! Já, þú mátt sérstaklega ekki velja alla nema þig. Það er svona, þú veist. En ég veit að í chatinu var vel að Efstu biðja þrír. um Efstu þrír allavega. efstu þrír, já. Já, það var hann. Og svo koma hinir eftir á. Stramt eftir á. Akkurat. Já, hann verður að biðja um í chatinu að sjá Loga að vera á Junkrat aftur. Ekki alveg, já, Fyrir þá sem er að horfa, en þá að horfa á þetta og pæla í þessu. Við erum í raun og veru ekki búin að vera að spila Loga á Junkrat eins og þeir. Það er allavega einhver sagði, þú veist, ok, ég skil, þeir eru að bíða eftir finals til að Já, við erum bara ekki búin að vera að spila Junkrat, sko. Núna þurfum við bara, við förum í æfingabúðnar og Coach Capping ætlar að skoða þetta og byggja komp í kringum Junkrat. Þetta er lofvort. Kemur í ljós hvort við spilum það eða ekki. En það verður örugglega búið til Junkrat komp, sko. Það bara kemur í ljós. Það er í vasanum. Já, það kemur í ljós hvort það verður spilað. Þannig að bara stay tuned. Ok. Og svona bara ágætlega, svona, hvað maður segir, létt spjallspurning hérna í lokin sem að hefur ekkert með óvals að gera. En bara, hvernig var helgin ykkar? Hvað eittu þið helgin í? Og helgin okkar var bara held ég fjandi góð, sko. Ég var mest lítið heima og ég og Guðjón spilum Dungeons & Dragons í dag og bara mega næs. Hittumst upp úr hádegi og spiluðum Dungeons & Dragons þá getur bara klukkan svona 4 í dag. Og í gæri var bara svona hinu leti dagur bara. Ég kíkti í mat til mömmu, var heima með stelpuna og svona. Bara mega næs. Já, það var mjög næs. Gekka, bara fullkomin chill helgi fyrir leik og Já. svo bara inn í vikuna. Gekkjað, æðislegt. Heyrðu, bara takk hérlega fyrir að koma í viðtalsstrákar og til hamingju Takk aftur fyrir í kvöld. Já, bara Og til hamingju með fyrsta kastið þitt, ekki? Það fyrir, ég vona að ég stóð mig ágætlega allan. við Hvað var horfum á þetta seinna og gerum nótur. Ef að Eyrúni fannst þú standaði vel, þá var það nógu gott fyrir mig. Já, sumuleiðis. Já, auðvitað. Já, herru, takk fyrir í kvöld. Bye. Takk fyrir. Takk fyrir. Bye. Bye. Við allavega þökkum kærlega fyrir okkur. Já, takk fyrir. Við sjáumst næst, hvenær sem það minni vera. Yes.